Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 67 af þessu hlaðvarpi. Í dag var það eiginlega ekki mér sem datt í hug að tala um þetta. Eða jú, kannski, það ég sem ákveð hvað ég enda á að tala um. En hugmyndin ekki komin frá mér. Hugmyndin kom frá hlustanda þáttarins sem skrifaði í athugasemd á Patreon. En hann sagði að hann átti nokkuð erfitt með að skilja munin á hvernig Íslendingar, eða þeir sem tala íslensku, segja ákveðna stafi sem eru öðruvísi en hann væri eða hann myndi búast við af því hann veit sjálfur hvernig maður segir þessa stafi. Þetta eitthvað sem ég núna loksins búin að kynna mér aðeins betur heldur en ég hef gert hingað til. Og við það að kynna mér þetta efni sem ég var að gera í öðrum tilgangi heldur en fyrir þennan þátt, þá náði ég loksins að skilja þetta nokkuð vel. En þetta þá túlkunin og framburðurinn á latneskum stöfum og latneska stafrófinu. Eins og ég tilkynnti síðast þá ég að vinna í nýju verkefni. Ég að þróa nýtt efni og framleiða nýtt efni sem verður framburðar kennsluefni. Og ég að kafa nokkuð langt til þess að ná að skýra þetta efni mjög vel og þarf þá að nefna eitthvað sem að fæstir gera mikið úr. Því að yfirleitt þarf ekki að kenna einmitt þetta efni svo vel því maður þarf að forgangsraða öðru. Eitthvað sem mikilvægara að ná að læra því það nýrra. Hitt sem ég að tala um svo auðvelt að það hægt að líta fram hjá því. Það ekki fyrr en mjög seint sem að við þyrftum að fara að pæla í því að kannski einhver munur á því hvernig Íslendingar gera eitthvað meðað við hvernig aðrir útlendingar gera eitthvað. Þegar við kennum íslensku þá förum við nokkuð snemma að útskýra hvað þessir sérhljóðar sem eru með kommustöfum ofan á eða með kommum yfir sér. Öll þessi í og á og ú og ó og allir þessi stafir sem eru með kommu yfir sér og svo kannski stafir sem þú hefur ekki séð áður á ensku sem væru eins og ö eða æ og auðvitað þ og eð sem vefst fyrir mörgum. Þetta eru stafir sem fá að njóta forgangs því þeir eru nýrri og eitthvað sem meira framandi heldur en allir hinir stafirnir. Því að sjálfsögðu eru þeir bara alveg eins á milli mála. M bara M, N bara N, L bara L, T bara T. Kannski þetta ekki alveg satt. Það sem þessi
nemandi minn sem að hefur verið nemandi minn áður og svo núna hlustandi þáttarins, hann spurði út í þennan mun á því hvernig Íslendingar bera fram T og D miðað við hvernig í hans tilfelli enskumælandi aðilar bera fram T og D. T og D. Því þó að hljóðin eru framleidd og framkölluð á mjög svipaða máta, þá samt alveg stigsmunur á milli málanna. Og við á íslenskunni, við erum ekki að setja neitt auka upplýsingar þetta. Við erum ekki að skrifa inn í málið okkar að til dæmis T-in okkar eru miklu harðari heldur en amerísku T-in og að D-in okkar eru hörð og raddlaus sem að ensku D-in eru ekki. Þau eru rödduð. Á meðan þegar ég las þessa athugasemd og þessa opnu spurningu, þá var mér hugsað til einhver sem mér hafði dottið í hug daginn, sem var hvernig hreimur getur falið sig í akkurat þessum muni á milli mála. Það ekki mjög margir heimsfrægir Íslendingar sem að eru þá væntanlega frægir á einmitt heimsmælikvarða og eru þá frægir fyrir það hvernig þeir tala ensku. En einn slíkur listamaður Björk og það mjög oft sem ég nota hana sem dæmi hvernig íslenskur hreimur hljómar, því maður getur heyrt það á henni og hvernig hún talar ensku, hvernig við segjum hljóð á íslensku. Hún með viljandi, hún að ég tel viljandi með mjög þykkan íslenskan hreim á enskunni sinni. Þannig ég gæti spurt nemanda minn, hvernig heldur þú að Björk myndi segja þetta orð? Og það ekkert sjálfsagt að nemandinn kunni að herma eftir Björk, en ég get þá leikið það því ég með sama innfædda hreim. Ef við hugsum orð eins og beautiful. Beautiful. Ef Íslendingur myndi reyna að sjá fyrir sér hvernig þetta orð yrði stafað á íslensku og myndi lesa það, þá myndi það hljóma eins og beautiful. Beautiful. Þarna heyrið þið mun á B-inu okkar. Beautiful, beautiful, beautiful. Þið heyrið mun á T-unum okkar. Beautiful, beautiful. Og á L-unum. Beautiful, beautiful. Hey, it's me. Sorry, I just wanted to interrupt a little bit. This is probably coming in a very annoying AI-generated time in the podcast. To tell you that if you want access to the transcript of this episode, then you are able to access that via the Patreon page of the episode. Link in the description. All right, back to the show. Þessi stafir ótrúlega líkir, en þeir ekki eins. Hvernig getur þetta verið þegar stafrófið okkar eins og notað til þess að lýsa líkum hljóðum? Það vegna þess að latneska stafrófið opnara heldur en við kannski gerum okkur grein fyrir. Þetta það sem ég náði að kynna mér
á meðan ég var að undirbúa þetta nýja kennsluefni. Þegar prestar, kaþólskir prestar Evrópu og þá kannski sérstaklega Norður-Evrópu þurftu að læra latínu, þá lærðu þeir hvað stafirnir þýða, hvernig stafirnir eru bornir fram og læra svo að setja samhljóða saman við sérhljóða. Tökum B sem dæmi. Þá myndu þið læra að lesa og segja upphátt ba, be, bi, bo, bu og svo næsta eftir væri svo bókstafurinn C sem væri líklega ka, ke, ki, ko, ku, da, de, di, do, du og svo framvegis. Það sem merkilegt við þetta að stafirnir voru ekki beint hannaðir til þess að eiga við ákveðið hljóð. Heldur frekar einhvers konar hljóðflokk. Að hvers kyns hljóð sem þú getur sagt þar sem tungan þín fer við eða í kringum efri góminn, í kringum framtennurnar þínar, eða jafnvel frekar hærra upp og þú sprengir lítið hljóð. Þú stoppar hljóminn í röddinni þinni og sleppir svo takinu nokkuð snögglega. Þá það að fara að vera táknað með D. Það að segja bókstafnum D. Hvort sem það D eða D eða D eða T eða D. Allt þetta eru gild hljóð sem passa við bókstafinn D. Og þetta sama á við sérhljóðana líka. A, bókstafurinn A getur þýtt A, 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 A. Allar þessar mismunandi leiðir til þess að hljóma með mjög opinn munn. E getur verið E, 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 Ö, Ö, E. Og bókstafurinn táknar þá einmitt stóra, breiða mynd af öllum þessum hljóðum. Þess vegna getum við, án þess að brjóta of margar reglur, náð að nota latneska stafrófið til þess að tákna hljóð á spænsku, frönsku, ítölsku, króatísku, serbnesku, albönsku, tékknesku, pólsku, finnsku, sænsku, norsku, þýsku og svo framvegis og svo framvegis. Það hægt að laga öll þessi mál að latneska stafrófinu vegna þess hversu frjálst og opið stafrófið Sum mál þurfa kannski að ná að vera með skýrari skilgreiningu á milli ákveðinna hljóða. Kannski þarftu að ná að geta sagt U og U sem aðskilin ólík hljóð. Þá gæti tungumálið kannski bara ákveðið að setja einhvers konar auka merki eða kannski setja 2 stafi saman. Á íslenskunni þá gerðum við þetta með því að setja bara kommu fyrir ofan U-hljóðið. Við ákveðum að túlka þetta þannig. Ef þú ætlaðir að segja U á ensku, þá getur við sett 2 O saman og þá verður það að U. Ef við þurfum að segja bókstaf sem að latneska stafrófið nær ekki að lýsa, sem eins konar hljóð sem mitt á milli 2 hópa eða 2 hljóða á latínu, eins og milli O og E, þá getur við sett O og E saman
og þú bara lest þá 2 stafi eins og það sé 1 stafur eða 1 hljóð, Ö, og það getur með tímanum þróast að verða að öðrum staf. Það er mjög erfitt að lýsa þessu án þess að vera með stafina fyrir framan sig eða að lýsa þessu í myndmáli. En svona varð bókstafurinn Ö til þegar við fórum að einfalda leiðina til að skrifa þetta hljóð hratt. Þannig að þetta er í rauninni ástæðan fyrir því að hreimurinn gæti verið nokkuð erfiður. Hreimur á nýju máli gæti verið nokkuð brögðóttur, og það er vegna þess að við erum kannski ekki endilega með nákvæmlega sömu leið til þess að mynda hljóð sem að eru sameiginlega á milli málun okkar. Eða þar að segja, þitt N er kannski ekki það sama N og mitt N er. Til þess að þú náir að segja mitt N, þá þarf þú að læra hvernig mitt N er búið til. Stundum er það nokkuð einfalt. Stundum getur þú bara hermt eftir mínu N-i þar til að þú bara fattar hvað þú ert að gera upp í þínum munni. Þannig verða góðar eftirhermur til. En kannski er það ekki nóg og þá þarf að segja þér hvað við erum að gera. Eða þú þarft að finna alvöru lýsingu á því. Eitt annað sem nemandi minn nefndi sem hjálpaði honum að ná framburði á öðrum tungumálum en íslensku var að sum tungumál hafa fundið leið til þess að skrifa út munin á ákveðnum hljóðum. Hann tók dæmi út frá tailensku, þar sem á latnesku leiðinni til að skrifa tailensku, svona eins og við gerum þegar við erum að skrifa nöfn á tailenskum matréttum í evrópska eða enskum mælandi matseðla, að þá til dæmis er komið saman samhljóðum á ákveðin máta þegar til dæmis T hljómar á einn máta og öðruvísi þegar að T hljómar á annan máta. Það er virkilega sniðugt og mjög heppilegt að það gerist frá tailensku yfir á latínu, á latneskt stafróf. En það er ástæða fyrir því að þetta er hægt. Það er vegna þess að tailenska er með sitt eigið stafróf. Þau eru með sitt eigið kerfi til þess að tákna í skrifum og í riti hvernig hljóðin þeirra eru skrifuð. Þannig það er nokkuð frjálslegt fyrir þau hvernig þau myndu, eins og við öll hinn, myndu nýta sér latneska stafrófið til að tákna þessi hljóð málsins. Þetta er að sjálfsögðu ekki eina dæmið þetta. Rússneska er skrifuð með öðru stafrófi en því latneska. Þau nota kýrilíska stafrófið. En þú hefur alveg þurft að læra einhver nöfn sem eru komandi frá Rússlandi. Þú gætir vitað nöfn á tónsköldum eins og Tchaikovsky, Stravinsky eða Prokofjev, eða á rithöfundum eins og Pushkin eða Dostojevski. Núna þegar ég sagði þessi nöfn, þá getur þú kannski séð fyrir þér hvernig þú á þínu máli skrifar nöfnin á þessum rithöfundum. Þeir eru frægir út allan heim og
allur heimurinn á sínar leiðir til þess að tákna þessi hljóð á sínu máli. Þá er okkur alveg frjálst að nota stafrófið okkar til þess að ná sem best að skrifa upp þessi nöfn. Tchaikovsky er til dæmis skrifaður á mjög ákveðin máta á ensku sem líkist ekki hvernig íslenska leiðin til að skrifa nafnið hans er. Ef ég ætti að segja nafnið hans með þeim stöfum og með þeim hljóðum þá sem eru til í íslenska stafrófinu, þá yrði það Tchaikovsky. Það eru hljóð sem vantar. Það eru fullt af hljóðum í rússnesku sem að íslenskan hefur ekki, sem vantar þá í framburðin á þessu. Það er til mál og eru til mál sem hafa reynt að leysa þetta vandamál sem að er að vera slavneskt mál sem reynir að skrifa málsett niður með latnesku stafrófi. Slavnesk mál eru með fleiri hiss hljóð heldur en germönsk mál og þá líka latnesk mál. Og þau þurfa þá, alveg eins og íslenskan gerir með sérhljóðana sína, að búa til sérstökum merki til að eiga við einhvers konar öðruvísi útgáfur af hljóðunum eða af stöfunum, þá gera slavnesku málin það líka. Pílan eða vaffið fyrir ofan S eða sé á til dæmis króatísku eða serbnesku eru þeirra leiðir til að reyna að merkja að það er ekki til dæmis S heldur sjö og ekki s en tjö. Og pólskan gerir þetta á aðeins flóknari máta eða plássfrekari máta þar sem þau skrifa upp tvo samhljóða saman til þess að eiga við eitt hljóð. Eins og í nafninu Símon. Símon er skrifað S-Z-E-M-O-N til þess að reyna að skila frá sér réttu samhljóða. Til að reyna að skila frá sér og tákna réttan samhljóða sem er til í pólsku og ekki til á latínu. Til að draga þetta allt saman, þá er vandamálið sem þessi hlustandi var að upplifa byggt á því að latneska stafrófið er talsvert opnara og þar með flóknara heldur en við gerum okkur grein fyrir. Þannig að til þess að læra og framkvæma framburð á máli sem notar kannski sama stafróf og þú notar, þá er ekki bara nóg að vita hvernig L eða M eða N eða G er borið fram á þínu máli. Því kannski átti þetta nýja mál sér sína eigin leið til þess að túlka og nota latneska stafrófið til þess að tákna sitt mál. Ég mun fara eitthvað lengra og allavega skýrara í þetta á ensku í kennsluefninu mínu þegar það þá kemur út. Ég læt ykkur öll að sjálfsögðu vita þegar það kemur, en ég ætla þá ekki að hafa þetta lengra í dag. En þú vil ná svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode.
So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.